Já, í rauninni bara of fín og of góð og bara við séum bara allt of sterk. Höfum bara ekkert að sækja. Það er bara allt of sterk til þess að yfir höfuð ræða þetta. Þú veist, fullveldi þjóða og öryggi borgara, lífskjör, útflutningur og svo framvegis. Það stendur ekki eitt með sko hagvexti eða kaupmætti. I would be terrified. Russia could want it. Já. Og þá voru þeir sem þetta velta vöngum, hann og Alistair yfir því að upplifun Alistairs eftir að hafa verið hérna á götum Reykjavíkur og tala við fólk. Að fólk didn't feel threatened eins og hann sagði. Já, bara complacent, þú veist, að fólk væri bara svona andvaralaust það hvað heimurinn væri breyttur. Komið sæl og velkomin í Flekaskil. Hér er þáttur 16, ég heiti Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Og ég heiti Dagbjörn Eggertsson og ég ætla að segja eitthvað gáfulegt en ég er eiginlega bara nýkomin af fjöllum. Já. Ég var að koma sem úr jöklagöngu, þar sem var bara slökkt á símanum í 3 sólarhringa. Var það ekki dásamlegt? Það var dásamlegt, það var eiginlega bara þannig að þegar ég kom á þjóðveginn, þá þurfti ég eiginlega bara að beita mig hörðu til að taka úr flugvélastillingu og einhvern veginn athuga með stöðun á stríðinu í Íran. Já, byrja að hafa áhyggjur að nýju. Já. Akkurat, þannig að en margt að gerast. Í nótt birtist viðtal við forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur. Á mínu uppáhalds-hlaðvarpi? Já, eiginlega uppáhalds hlaðvarpsins, Leading hjá Restis Politics. Við ætlum að tala um það. Ég búin að leggja inn pöntun að fá líka að tala um Skálholtshátíðaræðuna sem þú fluttir. Já, ég get einhvern veginn ekki afþakkað, þú veist sagt. Væri svolítið skrítið? Já, af því það er svona línan sem ég er búin að taka, ég er búin að segja bara að ræðan stendur fyrir sínu. Já, sem hún vissulega gerir. Og ekki að einhvern veginn ræða hana frekar á hinum ýmsum miðlum. En þegar ég sitt með þér, þá væri svolítið vandræðilegt að ég segi nei. Já, einmitt. Eða bara ég hefði skoðanir á hann. Já. Það væri náttúrulega mjög gott. Sko. En ég vil kannski aðeins bara taka stöðuna á heiminum. Já. Svona... það fyrir ekki sumufrí? Nei, því að sko raunverulega þegar ég var að fara úr sambandi og ganga á jökul að þá voru búin að vera mikil svona árása vika í Íransstríðinu með tilheyrandi áhrifum á olíuverð og við höfum nú ofta rakið að þessar neyðarbirgðir heimsins að þær eru bara að klárast á þessu sumri. Þannig að nú bara skiptir mjög miklu máli, þannig að það var athyglisvert í meira lagi að þegar ég opnaði aftur fyrir síman að þá hafði verið einhvers konar hlé. Já. Og ég held að þetta hafi verið 3. nóttin þar sem voru ekki árásir af Bandaríkjanna hálfu. En staðan einhvern veginn, já við höfum svo sem farið oft yfir það áður. Valkostir Bandaríkjanna og Trump eru bara miklu þrengri, færri ef þeir eru nokkrir. Já, og þá erum við að tala um í rauninni strategískt í stríðinu, fyrir utan síðan að það verðist nú ekki vera mikil stemming fyrir þessu stríði í Bandaríkjunum hjá almenningi. Akkurat. Þetta er ekki auka vinsældir hans, fólk er ekki einhvern veginn að flikka sér á bakvið þetta. Áfram eru þeir svona ekki alveg að tala í takt til að mynda stríðsmála ráðherra Pete Hegseth og Trump varðandi svona lykil atriði í þessu stríði. Og meira segja flokkur forsetans er ekki allur á bakvið þetta heldur, að minnst okkar ekki eins og verið að framkvæma þetta. En síðan les maður að ein ástæðan fyrir því að það sé verið að Bandaríkin sé að hæja á og vilja koma aftur á einhverjum svona diplomatiskara samtali og svoleiðis, sé bara einfaldlega vegna þess að þeir eru bara að vera búnir með líki hluti úr vopnabúrinu sko. Akkurat. Sem eru auðvitað þessar varnarflögar. Já, sem eru auðvitað, þú veist, stórt atriði og frekar svona alveg staða veri sko, vegna þess að þetta er búnaður sem tekur tíma að framleiða. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem þú bara riggar upp á hendurinn á lager þegar þú þarft á að halda. En auðvitað, þú veist, höldum við hér bara á litla Íslandi áfram að vona að menn ræði þessu niður á okkar samkomulag og það sé hægt að, þú veist, róa þetta einhvern veginn frekar, en þetta
hvernig sem á það litið þá lítur þetta ekki mjög vel út. Nei, Bandaríkjamenn voru búin að færa einhverja sveitir til Jórdaníu til að vera svona aðeins lengra í burtu Já. og í síðustu viku voru sko nú Times með vídeo og myndir af því þegar bara ráðist var á þá herstöð og greinilega alls ekki allir drónir sem náðust að skjóta niður og það létust hermenn sem óvinnlegt fyrir bandaríska herinn og svo bætist það einhvern veginn við að Íranir virðast hafa þetta kverkatak eins og við hefum kallað það á Hormúzsundi því var lýst mjög grafískt fyrir mér af miklum sérfræðingi í þessum olíumálum að það eru svona fljótandi jarðsprengjur eða svona hafsprengjur allt mitt Hormúzsundi þannig að það eru í raun bara 2 leiðir færar það er meðfram Óman og meðfram Íran og Íranir virðast einhvern veginn hafa þetta bara býsna mikið í hendi sér en það sem meira er að hútarnir sem hafa nú lengi fyllt Írana málum og fá vopn þaðan og svo framvegis sem eru staðsettir í Jemen og þeir eru bæði að hóta svipuðu hérna á Rauðahafi og eru farin að sprengja olíuleiðslur sem tengja Sádi-Arabíu og þannig að svona þessar varaleiðir sem hafa verið notaðar að þær eru líka að komast í ákveðið uppnám þannig að Ellingur Ellingsson sem að við lesum og fylgjumst með það öllu sem hann segir, hernaðarsakfræðingur hann var í morgun í útvarpinu og sagði að Trump hefði í grundvallaratriðum 3 leiðir og engin væri góð landhernaður, fara inn með bandaríska hermenn og taka yfir hluta af Íran með því sem því myndu fylgja, mannfall og kannski svona eilíðarstríð sem að kjósendur í Bandaríkjunum hata halda áfram að gera meira því sama sem að öngstræti virðist vera, bara meðal annars vegna þess að þessar varnarflaugar virðist vera í mjög takmörkuðu upplægi og svo í 3. lagi eins og Ellingur orða lýsi við sigri og fara og en það myndi beint og óbeint þýða einhvern veginn aðra og eiginlega sterkari stöðu Íran á svæðinu og bara almennt. Já, það virðist vera. Og hvernig það myndi líta út með tillit til flutninga og hver er að rukka hvern og hvernig það raunverulega myndi fara fram að þá virðist við ef að það er þið niðurstaðan sem að mögulega verður niðurstaðan og er það eina sem að endanum hægt verður að gera að þá er ekki hægt að segja að Bandaríkjamenn sé í sterkari stöðu þá heldur en þeir voru fyrir. Nei. Þannig að við höldum áfram að svona fylgjast með þessu og nefnir einhvern veginn í hverjum einsta þætti því miður þá kannski að þetta verður svolítið ruglingstætt maður eiginlega sjálfur reyna að halda þræði í atburðarrásinni og svo er alls konar kjaftagangur það að í hverri og einni samfélagsmiðlafærslu sé verið að versla með alls konar svona fjármála afurðir tengda olíumarkaðnum til að spá fyrir hvaða beygja er tekið næst þannig að fólk er að græða bæði á því þegar olían hækkar og þegar hún lækkar þegar virðist þeirra friðsamlegt eða ófriður alveg ótrúlegt Já en ef við að fara yfir í Restis Politics er það ekki bara? og hlaðvarpið beðstu spennt á miðnætti? Ég hlusta hana á þetta í morgun en ég sá bara fyrst að Alistair var á landinu bara á Instagraminu hjá honum þar sem hann var himinlifandi að vera komin í kalt loft rigningu gamla góða London saðan þannig veður Já, til þess að bara ramma þessin Restis Politics er sem brest hlaðvarp Alistair Campbell er fyrirverandi fjölmiðla fulltrúi og eiginlega hægri hönd Tony Blair í gegnum svona mesta sigurtímabil verkamannaflokksins þar og Rory Stewart er fyrirverandi þingmaður íhaldsflokksins var ráðherra ýmissa mála mikið þróunarsamvinnu og fangelsismálum en þeir eru við getum alveg mælt með þessu hlaðvarpi þetta er uppáhaldshlaðvarp mitt að því að þeir eru bara opbáslega fara í marga hluti og hafa kennt manni margt í raun og veru og kveikt áhuga á ýmsu. Já, og eru ótrúlega fjölbreyttir, þú veist, auðvitað mér finnst efnið er alveg misáhugavert en ég hlusta svona eiginlega á allt, þú veist, og hef líka bara verið að fara svona í eldri þætti og þú veist, ég er áskrifandi þá færðu svona aðganga svona exclusive ýmiss konar efni
sem að ég hef mjög gaman að og mér finnst þeir líka sko svona sinna hlustendahópi sínum, þeir eru alltaf risastórir, þeir eru með stóran hlustendahóp bara í fjöldanum öllum af löndum langt út fyrir, þú veist, Bretland og mér finnst þeir sinna svona hlustendahópi sínum nokkuð vel og þeir fá, þú veist, þeir hafa verið með, bara daginn voru þeir með fyrrverandi forsætisráðherra, þú veist, Ástralíu, Alistair er djúpur í svona þýskri pólitík, Rory með einmitt með þetta svona önnur aðrar heimsálfur og svona djúpa þekkingu, þú veist, á því og gangandi yfir Afganistan og sumt er auðvitað, þú veist, þeir taka líka auðvitað alveg svona niður í svona ítaratri varandi Bretland en þetta er í rauninni hlaðvarp alþjóðamál og bara og svona og breska pólitík, þetta hlýtur að vera gott fyrir verðandi sendiherra í Bretlandi að fylgja svolítið með þessu. Já, algjörlega og náttúrulega bakgrunn þeirra er áhugaverður líka, þannig að svona kemisteríin á milli þeirra það sömuleiðis þeir eru mjög ólíkir, þú veist og þannig að ég sá sérst bara á samfélagsmiðlum að hann væri hér og sá að Björn Malmquist var að taka viðtal við hann og svo tók hann og Rory var auðvitað með bara í tölvunni viðtal við Kristrúnu, þannig að ég hlustaði á það í morgun og mér fannst hún standa sig vel, mjög vel í þessu viðtali. Sammála því, við getum eiginlega verið svolítið stolt líka að henni sé boðið að vera. Já, það er auðvitað algjörlega. Það er ekki þannig að þeir, ég meina þeir eru ekki að taka stróluna á einhverjum forsætisráðherrum hérna og þaðan og taka þátt. Og auðvitað er þetta sett líka í samhengi við, þú veist, það er atkvæðagreiðslan í lok ágúst. Þeir auðvitað ræða mikið Brexit og eru sammála, þú veist, bæði því að það hefur verið mistök og voru í svona ólíkum hlutverkum þá fyrir 10 árum. Já. Þannig að örugglega var tilefni meðal annars það að spyrja þau mál. En líka bara Ísland, þú veist, þetta er auðvitað líka svona landkynning, má segja, og síðan, þú veist, norðurslóðir og varnarmál og ýmislegt, þannig að við getum alveg mælt með þessu viðtali og mér fannst hún standa sig vel í þessu viðtali. Það sem mér fannst hún segja kannski skýrar en hún hefur áður gert er kannski tvennt, annars vegar sagði hún bara mjög skýrt að þetta væri góður og rétti tími fyrir okkur til þess að fara í aðildarviðræður að Evrópusambandinu en hún setti þetta í svona alþjóðapólitískt samhengi. Hún setti þetta í samhengi við Grænland, hún var ekki að gera lítið úr Grænlandi, þvert á móti þá undirstrikaði hvað það væri rosalega stórt og erfitt mál. Ég tók reyndar eftir því hún nefndi Trump aldrei á nafn. Nei. Og kannski var það bara klókt hjá henni, hún talaði bara svona vestræna bandamenn, það væri svona stórt og alvarlegt mál ef þeir tjáðu sig með þessum hætti. Leiðtogar svona í frjálsa. Já, og hún setti þetta í samhengi við það að við værum að kjósa í raun í ár en ekki 2027. Svona, mér hefur nefnilega sjálfum fundist þetta svolítið vanta bara í umræðana hér að fólk átti sig á því að það að vera í aðildarviðræðum, það er ákveðin öryggistrygging. Þú veist, þá ertu einhvern veginn ekki við borðið en þá getur þú hriftir hratt ef eitthvað alvarlegt gerist. Já, og viðbrögð Rory voru líka dálítið áhugaverði í þeirri Já, faraði þess yfir hvað hann sagði þetta. Já, bara þegar hann var að spyrja sko Grænland og hvernig það svona hefði slegið okkur og svoleiðis og mér fannst hann svona ganga lengra heldur en margir hérna á Íslandi gera bara möguleikan og svona hættuna eða svona narratífi einhvern veginn í kringum það. Af hálfu ákveðin einstaklinga í Bandaríkjunum sem hafa talsverð völd og mér fannst það bara áhugavert að því hann er alveg varkár maður sko. Hann er varkár maður, hann veit sínu viti en hann hefur verið reyndar býsna skýr á því að hann telur það bara vera mikla ógn fyrir NATO og fyrir bara eitthvað vestrænt samstarf hvað Trump á löngum köflum og Rory einhvern veginn hefur verið svolítið þannig að hann sé bara að haldi á einhvern veginn eða svona sé bara nálægt Pútín í hugsun og veit honum mikinn aðgang að sér og ég tók sérstaklega, ég skrifaði niður eftir honum sko
I would be terrified Russia could want it og þá voru þeir sem þetta velta vöngum hann og Alistair yfir því að upplifun Alistairs eftir að hafa verið hérna á götum Reykjavíkur og tala við fólk að fólk didn't feel threatened eins og hann sagði já, bara complacent þú veist, að fólk væri bara svona andvaralaust það hvað heimurinn væri breyttur og hvaða væri mikil óvissa varandi viðbrögð Bandaríkjanna og svo framvegis. Já, mér persónulega fannst ágætt að heyra það koma frá þeim. Já. Bæði það sem að Rory sagði og síðan það sem að Alistair sagði eftir að hafa verið hér og átt ykkur samtölu við fólk og svona. Að það er öðruvísi þegar að, þú veist, menn eins og þeir segja það. Og ég ekki bara get tekið undir það sem að þeir voru að segja hvað þetta varðar. Augljóslega geti það, enda hef ég sjálf svona verið á þeirri skoðun en það er aðeins öðruvísi þegar að, þú veist, glöggt er gestraugað og aftur, þú veist, þeir auðvitað lifa og hrærast í þessu öllu saman, þú veist, alla daga, allt árið kring að hafa gert í þú veist, óbúslega langan tíma. Já. Þannig að við getum aldeilis mælt með þessu hlaðvarpi almennt. Já. Og alls konar þáttum þar en þessum sérstaklega. Já, akkurat og mér fannst bara gott að heyra Kristínu tala miklu sjálfsöryggi umsókna í þessu svona alþjóða pólitíska samhengi og maður fann bara að hún skildi það þó hún væri áberandi varfærin eins og nefningi Trump, hún var áberandi varfærin eins og hún hefur svolítið verið í Evrópumræðunni þeir töluðu það að hún væri sko sannfærð en ekki predikari. Já, og spurðu þarft ekki að predika eða ætlar að... Já, hvað fannst þér það? Það var dálítið áhugavert að sko ég eitt einn í morgun sem að er svona meira á neiliðinni sem að fannst hún vera brattari sem að tala fyrir jáinu í þessu hlaðvarpi heldur hún hefur verið hérna á heimavelli til þess og kannski er eitthvað til í því en þeim fannst hún svona gefa öllum sjónarmiðum mjög hátt undir höfð og vera svona velta vöngum og vera svona hikandi. Já. En þau rættu líka þrjú, sérstaklega Alistair og hún talsvert bókina sem að Alistair skrifaði nú og Kristján sagðist hafa leitað mikið í. Þannig að þau voru auðvitað að ræða strategi og svona, þannig að ég held að þú lítur bara á þetta sem strategi. Já, ég held að þetta sé nú alveg. Já, hún er allavega ekki að segja fólki hvaða þið eigi að finnast. Nei. Og ég held að það sé meðvitað. Og ég er ekkert ósammála því að þú veist, fólk kannu þetta ekki við að það sé verið að almennt, að það sé verið að predika yfir. Auðvitað þarf þetta að vera með, þú veist, þegar ríkisstjórn setur mál á dagskrá, þá þarf ríkisstjórn að hafa, þú veist, sannfæringu fyrir því máli og sum mál, þú veist, í ríkisstjórnarsamstarfi þá eru þetta, út af því hvernig við erum, okkar bara stjórnskipan að það er bara hver og einn ráðherra með sína málaflokka og ber ábyrgð á þeim og getur gert ýmislegt þar og jafnvel þótt þú farið með mál, þú veist, inn í ríkisstjórn að þá er ekki þar með að allir séu einhvern veginn sama ábyrgir fyrir öllum hlutum en svo eru ákveðin mál þar sem að ríkisstjórnin þarf svolítið að standa saman að málum þú veist, og það eru í raun oft svona undantekningatilfelli myndi ég segja, ég meina þú veist, maður getur rifjað upp bara COVID heilt yfir var dálítið þannig og það var ekki alltaf auðvelt Grindavíkur málefni, þú veist, voru þannig kjarasamningar, sérstaklega fyrst, svona ákveðnir kjarasamnings tímabil þar sem að stjórnvöld voru að koma með þú veist ákveð framlag inn í það allt saman og svoleiðis og í mínum huga er þetta þannig mál sem að þarf að vera þú veist, ekki bara utanríkisráðherrann og forsætisráðherrann af og til heldur sé þetta svona verkefni sem að ríkisstjórnin og meirihlutin fer svolítið að standa bakvið en uppleggið eru þetta að almenningur gera það upp við sig þú veist hver með sínum hætti og greiði þetta atkvæði þannig að þú veist ég meina það er ýmsu skólar í þessu en ég bara segja að þau ræddu talsvert þessa ágætu bók sem að ég á nú líka og maður sér alveg svona maður getur speglað ýmislegt í því en sko já, kannski var það því þetta var auðvitað erlent hlaðvarp
að alþjóðavinkillinn var svona mikill, en ég tók eftir því að þegar að Alistair var að summera sko, þá sagði hann bara ok, þannig að ástæðan fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni og tímasetningu hennar er Trump, Grænland og staða alþjóðamála. Svona höfum við mjög sjaldan talað þetta á Íslandi. Já, á Íslandi það almennt ekki gert, en sko, og það ekki bara þeir sem að túlka þetta þannig, þú veist, og það byggir ekki eingöngu á okkur samtölum við fólk hér, heldur bara þegar þú horfir á heiminn og setur það í samhengi við þessa ákvörðun, þá leggja flestir saman 2 og 2 og fá þessa niðurstöðu, sko. Þannig að, þú veist, almennt það þannig fyrir fólk í útlöndum að þetta svona frekar augljóst, einhvern veginn. Sett í þetta samhengi. En þetta það það ekki hér, sko. Áhættustýring. Já. Svona, jável, þú veist ekki kannski að segja eitthvað vont muni gerast, en þú ert að reyna að tryggja þig fyrir því ef það gerist. Já, og svona máta, þú veist, þetta farsæla, örugga, friðsæla, framúrskarandi land inn í veröld sem er breytt. Já. Þú veist, ekki bara eitthvað smá, hún er bara breytt og líklega mun breytast enn frekar. Þannig að fyrir, þú veist, langflesta sem að horfa á þetta utanfrá, þá er þetta sett í þetta samhengi. Og í rauninni af fólki sem bæði myndi segja, herðu, það blasir við að þetta er eitthvað sem Ísland ætti að skoða, og oft líka frá þeim sem segja, já, þú veist, ég er ekkert endilega viss samt að Ísland eigi að gera þetta, sko, en ég held að almennt sé þetta sett í þetta samhengi, óháð því hvernig þú síðan metur, þú veist, hvað niðurstaðan eigi að vera. En ég tók líka eftir því, sko, Alistair, hérna, þegar hann var að summera, hann sagði, þú veist, hún er ekki að selja þetta. Eða, þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvernig hann orðaði það, tók fram að hún virtist vera svona mjög ákveðin að hrædd það að nei sinnum tækist að láta þetta snúast aðild. Já. Aðild. Og svo ræddu líka sko, þetta væri, þú veist, stuðning við ríkisstjórnina. Já, og þar kom eiginlega svona þetta Brexit, hérna, lærdómurinn frá Bretlandi, og ég held að þeir séu svona í smá áfallastreituröskun eftir Brexit, eins og bara mjög margir Bretar kannski, þar sem einhvern veginn atkvæðagreiðslan var eiginlega bara svona tekin herfangi af þeim sem töluðu í fyrirsögnum og bara settu bara eitthvað fram sem staðreyndir sem fæst af því stóðst. Á meðan svona balanseraðri stjórnmálamenn og aðri þáttakundur í umræðinni, þeir bara fyrsta lagi náðu ekki í gegn og einhvern veginn sátu bara eiginlega uppi með að þurfa bara að hugsa býta af hverju beitti ég mér ekki meira eða ákveðnar eða fastar eða tala ekki með hérna, sterkari orðum og sko mér fannst nú Rory hann talaði gloomy impression að hérna fannst, þú veist, hann var bara áhyggjufullur yfir því að, þú veist, í ljósi Brexit að þessi balanseraða afstaða og þetta svona gefa bara öllum svigrúm til þess að finna út úr þessu sjálfur. Þetta getur bara leitt til taps. Og ég skil það alveg, en ég myndi á móti segja að við erum ekki Bretland, sko. Nei, akkurat. Sko, bresk stjórnmál eru ekki eins og íslensk stjórnmál. Þú veist, breskt fjölmiðlaumhverfi er ekki það sama og íslenskt fjölmiðlaumhverfi. Þú veist, svona kraftarnir, umræðuhefðin, dýnamíkin, alls konar hlutir, þetta er, þú veist, það er ýmislegt sem við eigum alveg sameiginlegt með Bretum, en það er líka ýmislegt sem við erum bara ekki á sama stað. Og mér fannst alveg áhugaverð svona þessi, þegar þeir voru aðeins að boxa hana með, sko, þú veist, er hægt að vera bara einhvern veginn, það er margt í mörgu og ég er bara hér til að hlusta og við verðum að skilja hvaðan fólk er að koma og þú veist að þeir eru líka að setja í samhengi við svona, þú veist, ákveðin svona populisma og svona skautun og svoleiðis. Og ég ætla ekki þykist vera með svarið við því, hvorki hvernig, þú veist, best væri að koma í veg fyrir það að við einhvern veginn förum lengra í slíkar áttir, hvernig lönd sem eru komin lengra í slíkar áttir eiga, þú veist, hvað þau eiga að gera til þess að, þú veist, vinna ákveðna hluti tilbaka. Ég ætla ekki þykist vita svarið við því. En ég held að það sé dálítið persónubundið, bæði sem sagt við þá persónubundið sem sagt landsbundið, bara við ólík samfélög, skilu, það eru ákveðna leiðir sem að virka með mismunandi hætti bara eftir því hvernig svona kraftarnir eru í hverju landi fyrir sig, en líka persónubundið, þú veist, fyrir gagnvart sko leiðtogum, þá er ekki bara að tala forsætisráðherra leiðtoganum, heldur bara leiðtogum í samfélögum, þú veist, hvernig þeir sjálfur beita sér og eiga þetta samtal og svoleiðis, þannig að sko það komur ekkert á óvart að þeir voru svona svartsýnni að þú veist þessi leið einhvern veginn virki yfir höfuð
en það líka vegna þess, held ég, að þeir eru að máta það við Bretland. Já. Þú veist, og við höfum rætt það hér og ég þreytist ekki á að tönglast á því að þetta, þú veist, við erum enn sem komið með minni skautun í íslensku samfélagi heldur en mjög mörg ríki í kringum okkur. Þú veist, við erum fámenn og við erum með, þú veist, þetta svona samfélagslega traust sem að mér finnst alveg of margir vera að leika sér að eldinum, þú veist, gagvart, taka sem gefnum hlut og einhvern veginn halda að það bara, eða ég veit ekki hvað býr að baki þegar menn einhvern veginn að svona viljandi eða óviljandi en eiga að vita hvað afleiðingar getur haft að vera að grafa undan slíku, en við erum ennþá með það. Og í slíku samfélagi, þú veist, þegar þú hefur ennþá svona tækifæri til þess að koma í veg fyrir að þetta verði einhvern veginn súrara, að þá gat ég alveg tengt við ýmislegt sem að Kristrún var að segja í því, skilur við, að nálgast tróliti fólk þar sem það að þú veist, að raunverulega hlusta og hérna, þannig að mér fannst sú dýnamík á milli að dálítið áhugaverð, sko. Mér fannst það líka, en það sagði á Alistair Cliktinu svolítið út með því að segja, já, hún komst til valda með þessum stíl. Algjörlega. Og hérna, og ég puntaði nú hjá mér, þú veist, hann talaði fresh air, Rory sagði wonderful, og Alistair sagði hún væri super smart og really impressive, þannig að þeir voru nú bara hrifnir, en fannst þetta vera dálítið riski. Já. En kannski ég held að sé bara svolítið með puttan á púlsunum í því, sko. Já, akkurat, sko. Og kannski kemur hérna Kristrún eftir að hafa setið í brekkunni í Eyjum og sungið úr sér lungun á Verslunarhelgina og hérna fer landið og töfrar landsmenn upp úr skónum. Alistair boðaði það nú eiginlega svolítið, sagði að þetta væri nokkru dagar eftir að dálítið þannig, sko, en það sem mér fannst svolítið sterkt hjá henni að hún var, eins og hún hefur reyndar gert, hún segir, fólk verður að vita ég hef mína rauðu línur, eða svona, þú veist, það er ákveðin strik í þessum samningum sem að ég fer ekki yfir og fólk verður að geta treyst í að ég berst fyrir góðum samningi fyrir Ísland, þú veist, það er ekki bara að vera að afhenda mér hérna einhvern opinn tékka, heldur hérna að fara í samninga til þess að vinna að hagsmunum landsins. Já, og svo getur náttúrulega verið efni í sko lengri umræðum, þú veist, hvað þýðir það og hversu langt að ganga í, ég meina, ég veit að í samningaviðræður eru þá samningaviðræður, ég meina, þú þarf þá að, þú veist, í hvaða röð ertu með kröfur, hver prísinn á hverju einni kröfu, skilurðu, hvernig ætlar að nota, þú veist, samningatækni eða eitthvað svona leverage sem þú hefur eða annað og ég er ekki að halda að láta eins og það sé hægt að gefa það allt upp, þú veist, og bæði áður en þú fengir umboð ef að það fæst og eins að ætla uppljóstur það allt ef þú ert raunverulega að fara í samningaviðræður, ég áttum að því en auðvitað kom upp spurningar þá, þú veist, hjá fólki sem að hérna, þú veist, hefur gagnrýnt, já, en byrju, hver eru raunveruleg samningsmarkmið, þú veist, hverjar eru rauðlínunar, þú veist, í hvaða röð á að gera þetta, hvenar, þú veist, og meiri segja svona, hérna, þegar hún segir, ég mun ekki leggja undir þjóðina samning sem er ekki nógu góður, sko, þá maður smá bara byttu, þú veist, þannig að það er alveg ýmislegt í því líka, en ég skil alveg hennar línu að leggja áherslu á það, þetta svona traust, þú veist, og eitthvað svona trúveruleika og hún sé að hún skilji og skynji og hlusti hvað er það sem að fólk, hvað brennir á fólki, þú veist, í gagnvart þessu máli, skilur, hvað er það sem að skiptir það, en svo er það bara líka ótrúlega ólíkt eftir við hvernig þú talar. Já. Það er það svolítið. Þú veist, ef við ætlum að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu sko samningsmarkmið og rauða línur, þá væri það dálítið flókið. Það væri stærri umræða. Þorgerður Katrín reyndar birti grein í vikunni, þar sem hún var svona útlistið að taka, sem var mjög í takt við nefndarálit meirihluta utanríkismálnefndar, þar sem hún dró fram, þú veist, áherslu á auðlindir, sjávarútveg, auðvitað viðskipti og svo framvegis en svona samningsmarkmið Íslands kannski á skýrara hátt heldur en áður fyrir þá sem að höfðu verið að kalla eftir þessu en já, bara hnykkjum við ekki á því að bara hvetja fólk til þess að hlusta á viðtalið og hérna og almennt á restis politics. Já, nákvæmlega fyrir hérna þeirra kjörorð er að vera sko svona
þeir segja disagree agreeably eða eitthvað slíkt já. og Já, þarna ertu með rauðan pólitíkus og bláan og þeir hafa yfir lengri tíma haft burði til þess að ræða alls konar mál og stundum eru þeir bara mjög sammála alls konar og mjög margt og svo eru þeir ósammála sumt og takast alveg svona ákveðin togstreita í ákveðnum málum og þeim hefur nú tekist þetta og okkur hefur nú bara alveg tekist ágætlega Okkurlega, þú ert náttúrulega oft erfið en og ennþá er ég spurð út í þetta en talandi þig tölum aðeins mig talandi þig þú segist hafa hafnað öllum viðtölum ég segi svona Skálholtsræðuna, ég skil það þú veist, ef maður leggur eitthvað í að undirbúa ræðu og reyna að gera það vel og flytur hana, þá finnst manni bara að vera þar og maður svona nánast dragur væginu með því að fara að orða það, en ég ætla nú samt aðeins að pína þig því að hafandi bara hlustað til dæmis á viðtali við Kristrúnu að þá, þú veist, finnst mér þú leyfa þér eða bara af þinni hjartans einlægni og þú hefur gert það áður að tala býsna skýrt einhvern veginn alþjóðaumhverfið og Ísland í því samhengi í þessar ræðu og kjarna margt sem að við höfum verið að svona velta vöngum yfir og mér fannst það bara hressandi líka þú ert að verða sendiherra og svona einhvern veginn, mér fannst þetta svona skilja bara svolítið mikið eftir sig að lesa þetta því ég var nú ekki á staðnum segðu mér einhvern veginn hvernig kemur þetta til hvað er Skálholtshátíð og hvað, af hverju vildur þú gera þetta svona? Já, Skálholtshátíð er haldin semst á hverju ári þess að cirka 3. helgi í júlí og þetta var 70. hátíðin og það er alltaf semst svona hátíðaræða einhver sem kemur og flytur ræðu og ég gerði það reyndar fyrir 4 árum en það kom nú þannig til að ég hljóp í skarðið fyrir Jón Gunnarsson sem að minni mig sem að átt að vera með ræðu komst ekki og ég flutti þar ræðu þá kom ég bara að flutti ræðuna og fór en að núna mætti ég þarna klukkan 2 í svona messu og það er sem sagt hópur fólk sem að gengur svona pílagrímsgöngu sem að eru alveg að með minnir 80 kilometrar tekur held ég 4 daga og það endar sem sagt í Skálholti og í upphafi messu þá gengur þessi hópur inn bara í útivistaklæðnaðinum þú veist sem að það hefur verið í á tánum maður ekki með plástra á tásunum eftir langum göngu og með blóm og það var alveg svona dálítið áhrifa mikið fannst mér og bara ótrúlega falleg þú veist messa og svo var kaffi og svo flutti ég þessa ræðu og hún Sólveig Lára hún hafði samband við mig og spurði hvort að ég væri tilbúin að koma til að flytja ræðu fyrir alveg tölvöld lengur síðan og ég ákvað bara að segja já við því er auðvitað hægt að skrifa í mokkan sem að mér finnst alveg dálítið miður þannig að þó það sé ekki liðni nema örfá mánuðir að þá svona hleðst svolítið upp að maður er ekki búin að þurfa að skrifa þú veist, þótt við séum hér með þetta hlaðvarp þá er það svona öðruvísi þannig að ég var alveg búin að hugsa yfir langan tíma eða svona alveg margar vikur hvað ég ætla að segja og svona hvað ég vildi helst tala og svoleiðis og ræða það við svona mitt nánasta fólk eða sem nú eiginlega nánasti svona samstarfsmaður einhvern veginn í þessu öllu saman og ég var auðvitað meðvituð það og ég nefndi það sérstaklega í ræðinu ég meina ég er ekki í ráðningarsambandi við neitt nú stundir en þú veist flytt út eftir bara komandi föstudag að meðvituð það þegar að ég er komin í embætti sendiherra þá auðvitað getur maður ekki talað alveg eins og maður gerir núna og þessi svona transition eða svona umbreyting frá því að vera þú veist virkur stjórnmálamaður lýðræðislega kjörinn fulltrúi sem að ég rauninni er ekki lengur að því ég sagði með þingmennsku að þá væri þetta svona tímabila sem að gæti svolítið bara sagt hlutin eins og manni líður raunverulega með þá og ég hef þetta alveg almennt
dálítið gert það og alveg stundum verið gagnrýnd fyrir það, en ég hef almennt, þú veist, lagt mig fram að vera bara nokkuð svona bæði, þú veist, einlæg kannski í mínum störfum, bara heyrðu, það sem ég sjá það sem þið fáið, sko, en það bara allt öðru vísi þegar þú ert í ríkisstjórn, þú veist, með öðrum flokkum, þú ert í forystu fyrir flokk sem með alls konar, þú veist, skoðanir eða svona varjásinir af nálgunum og svoleiðis. Þannig að þetta tímabil núna dálítið svona einstakt og ég hef líka alveg þegar ég tók ákvörðun að taka að mér þetta tímabundna verkefni sendiherra í London, að þá það sem ég fannst svona erfiðast við þá tilhugsun var að með leið svona í þessu íþróttamanni sem leggur skóna á hilluna, þú veist, meðvitum í sig að leggja svona röddina, þú veist, að einhverju leyti svona þessa persónlegu sannfæringu sem maður getur ekki spila með alveg sem maður vill. Þannig að ég ákvað bara að nota þetta tækifæri til þess að skrifa dálítið út, þú veist, að mestu hluti sem ég hef sagt oft áður, með áherslu á bara hvaðan erum við að koma, þú veist, þetta kerfi, hvernig spilar örlög og staða Íslands inn í það, hvað þýðir það að það sé að breytast og sé breytt, hvað þýðir það fyrir okkur, þú veist, eðlilegt að við séum að eiga bara sama samtal yfir áratugi sem einhvern veginn breytist ekki þegar allt annað hefur breyst, eða þurfum við kannski aðeins að endur hugsa ákveðna hluti, og sömuleiðis náttúrulega fór stór hluti ræðunar í gervigreind, samfélagsmiðla, þessi svona stór fyrirtæki sem að halda á, þú veist, hafa þessi gríðarlega miklu völd, gríðarlega miklu peninga og eru rauninu með líf okkar allra í lúkunum svolítið og síðan varðandi, þú veist, þetta svona þessa Evrópu samvinnu, sko, þú veist, mér fannst þessi orðfærunni meiri athygli heldur en ég eiginlega bjóst við, sko. Já, sákafli sérstaklega kannski talað inn í bara samtíman að því leiti að við erum að fara í þess atkvæðagreiðslu og svo framvegis. Já. En það sem að einhvern veginn stál fyrirsóknunum var það sem þú segir, við skulum ekki þykjast vera of fín til þess að íhuga hvort slík aðild sé valkostur fyrir Ísland, að sjálfsögðu getur hún verið það. Já, og þess vegna, eins og ég segi, sko, Ertu þá bregðast við umræðunni, þessari umræðu einhvern veginn að við séum bara heimsmeistarar og heit sé önnudeildin? Já, þú veist, alveg aðeins að mér finnst það, sko, þú veist, þú getur hort á, það rétt að á alls konar listum sem að lönd vilja vera ofarlega á, erum við gríðarlega ofarlega á. Þú veist, og það ég hef nú aldeilis margt tukið þá, þær línur allar, skilur síðan ég byrjaði í pólitík, sko, og gera áfram með miklu stolti. En mér finnst þessi nálgun, sko, þú veist, að við séum bara, já, í rauninni bara of fín og of góð og bara við séum bara allt of sterk. Við höfum bara ekkert að sækja. Við höfum bara allt of sterk til þess að yfir höfuð ræða þetta. Þú veist, sko, fullveldi þjóða og öryggi borgara, lífskjör, útflutningur og svo framvegis, það stendur ekki eitt með, sko, þú veist, hagvexti eða kaupmætti. Og mér finnst bara stundum vanta aðeins þetta svona stærra samhengi það hvernig hlutir eru breyttir og að breytast og setja jafnvel líka í þetta sögulega samhengi það hver við erum sem þjóð, fullveldi okkar, sjálfstæðisbaráttu okkar og svo framvegis. Það sem stundum fólk svona skauta framhjá því hvernig það kom allt saman til. Já. Og að það sé, þú veist, það sé einhvern veginn nóg að bara segja það bara nógu hátt hvað þú ert brjálæðislega sjálfstæður, þú veist, í raunheimum og sérstaklega í svona hættulegri raunheimum eins og við virðumst vera einhvern veginn komin inn í, að þá mögulega muni það bara ekki duga. Og ég þetta bætti við og sagði að það sé allt annar handleggur bara, hvort að fólk metur það þannig að þetta sé réttur valkostur fyrir okkur núna eða hvað, en að láta þess að þetta sé bara ekki einu svona valkostur. Þú veist, þannig mér fannst einhvern veginn ekkert byltingakennt að segja,
þú veist, við erum ekki þykjastur og fín til þess að ræða þetta, auðvitað er þetta valkostur, það sem bara undir hverjum einu komið að gera upp hugsin 29. ágúst. Þetta er ekki byltingakend lína, sko, en það var samt áhugavert að þetta einhvern veginn hitti einhverjar taugar, bæði þeir sem voru mjög ósáttur við að ég var yfir höfuð að segja þetta og aðri sem að svona fannst það svona ykkur svona frískandi einhvern veginn og svona, þú veist, þannig að ég fekk talsvert meiri viðbrögð við þessa ræðu heldur en ég hélt fyrirfram að ég myndi fá, sko. Já. En þetta snýst bara það sem segir þarna, þú veist, og ég veit alveg auðvitað les fólk í það hver að segja þetta og allt það, en ég meina þú veist, ég vandaði mig við þessa ræðu, þetta eru hlutir sem ég er náttúrulega búin að vera að hugsa með einum öðrum hætti í bara, þú veist, nokkur ár og meinti hvert orð og hún stendur fyrir sínu og fólk getur síðan bara, þú veist, lesið í það sem þau vilja lesa í það, en þú veist, ég er að segja það sem ég er að segja. Já. Og mér fannst bara rétt að nota þennan glugga til þess að gera það og leið bara vel með það. Þú ert að ávarpa þarna líka bara hugtök sem eru fyrirferðarmikil í umræðunni og hafa verið svo sem, þú veist, í meirinn 100 ár, eins og fullveldi, en þú ert að setja það í samhengi við í raun, þannig vitni bara orðrétt, sko, fyrir mörg ríki er aðildin lykil þáttur í að verja fullveldi og mörg vilja komast inn. Já, og ég hef nefnilega aftur, sko, því að fólk auðvitað sérstaklega, þú veist, erlendi spyr auðvitað rosalega oft og mikið um þetta, þú veist, Ísland, þá er ég ekki að tala bara núna eftir þess, ég er eiginlega meira að meina þegar ég var sjálfur í ríkisstjórn, sem var auðvitað áður en að þessi ríkisstjórn tóku völdum og boðaði þjóðaratkvæðagreiðslu, bara spyrja almennt, þú veist, bara samstarf okkar við aðrar þjóðir, Evrópusambandið, EES-samningin, NATO, þú veist, við erum ekki með her, við erum með varnarsamning og svona. Og spyr mér oft út í þessi Evrópumál og ég gegnum árin hef sagt bara, já, mín persónulega skoðun er bara, við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið, þú veist, við erum með EES-samningin, hann er svona rjóminn í þessu, þú veist, hann hefur gert okkur kleift að auka lífskjör okkar, lífsgæði, frelsi og við höfum tekið inn, þú veist, umbætur og alls konar hluti gegnum það og hann hefur skipt okkur máli og þetta er leikkerfi almennt sem við höfum rætt, þú veist, EFTA, EES, NATO og tvíhliða varnarsamningur og ég hef oft sagt, þú veist, ef ég væri og við höfum rætt þetta einn áður, ef ég væri þú veist, fulltrúi í Eystrasaltsríki eða Pólandi þá horfir allt öðru sér við ef ég væri á meginlandinu þá horfir það líka öðru sér við ég meina Finnar þú veist, gátt í rauninni ekki sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir en að Sovétríkin höfðu fallið, sko. Já, nákvæmlega. Þú veist, það og Alexander Stubb forseti Finnlands, hefur oft talað þennan þríhyrning svona. Þú veist, þú ert með alþjóðlega viðurkennd landamæri, þú ert með sjálfstæði ríki og þú ert með fullveldi þeirra. Þú veist, í vetrarstríðinu mistu Finnar 10% af sínu landsvæði. Þeir héldu sjálfstæði sínu. Og við sjáum hvernig þeir hafa getað sótt fram í lífskjörum og lífsgæðum samanborið við þá sem voru undir hælnum, þú veist, eftir þann tíma. En þeir höfðu í raunveruleikanum ekki svona þennan fulla sjálfsákvörðunarrétt sem fylgir því að vera, þú veist, að full valda og geta, þú veist, plasera þeir sjálfur það sem þú vilt. Þeir voru í skugganum. Já, og þannig að mér finnst, sko, því miður eitt af því sem ég bara hef orðið áhyggjur af er að, þú veist, í þeirri heimsmynd sem virðist einhvern veginn vera mögulega að teiknast upp hvort að það kalla ákveðu svona veruleika tjekk, þú veist, eru samfélög og lönd eins og Ísland, þú veist, erum við að nálgast veruleika tengingu þessara ríkja með einhverjum hætti, við erum ekki að færast nær landfræðilega Rússlandi, skilur, ég er ekki að segja það, það hefur ekki verið ráðist á NATO-ríki, en erum við að malla í þá átt að svona veruleika tenging þessara ríkja, þar sem þú veist, fyrir fullveldi hefur áhrif á Evrópusamstarf þeirra, hvort sem okkur líka betur eða ver, þú veist, er það eitthvað sem við þurfum að hugsa um? Nákvæmlega eins og við vorum að hafa eftir Rory Stewart, þetta bara rétt á það. Já. Það sem hann sagðist, hann væri viti sínu fjara hræðslu. Já. Við þá tilhugsun að Rússar gætu viljað Ísland. Já. Já. Og hérna, það var, þú veist, ég var bara svona,
og þó maður fari ekki alveg þangað að þá getur þetta verið á svo mörgu formi. Já, og eins og við höfum náttúrulega rætt hérna og ég sé alveg að viðbrögð ýmissa að þetta sé nú bara þvæla sem við erum að segja, sko. En aftur, það ekki... Það við hvergi heyrt. Nei, ég meina, þú veist, ég hef aldrei látið eins og ég viti upp á hár hvað gerist næst, sko. Ég bara biðja okkur að bera virðingu fyrir okkur sjálfum, hvernig við tölum, að við séum meðvituð þá gríðarlega óvissu sem í sama átt, í hvaða átt þú lítur, að við séum auðmjúk gagnvart því. Og það sem við getum gert að haga okkur eins og fólk, tala saman eins og fólk, bera virðingu svolítið fyrir því að þú veist, við getum verið að koma úr ólíkum áttum, bera virðingu fyrir sko, þú veist, kollegum erlendis líka, við komum út einhvern veginn svona af sóma og virðuleika gagnvart hvert öðru og gagnvart umheiminum, að það sem við getum gert að þú veist, vanda okkur í hverju skrefi og eins og við höfum hér fjallað þú veist, þá erum við ekki að ræða þetta út frá því hvort að Rússar innan tíðar vilji eignast Ísland. Það sem þú veist, vitni orði hérna Rory í Restless Politics heldur frekar hvaða áhrif, bein og óbein, mun það hafa á Ísland, stöð okkar, lífskjör, lífsgæði, öryggi, aðgengja mörkuðum, þú veist, innflutning, skipaflutninga, okkur sem ferðamannaland, þú veist, virði sjávarafurðina og svo framvegis, ef að hlutirnir halda áfram að malla í þá átt sem þeir að gera. Hvernig stöndust við þrýsting, hvernig tryggjum við okkar stöðu, hvernig aukum við viðnámsþrótt okkar, hvernig, þú veist, dreifum við áhættinu þannig að við séum, þú veist, með bandamenn sem við getum treyst á og svo framvegis. Og það í rauninni það sem að, þú veist... Hvaða bönd eru nægilega sterk til að halda þeirra virkilega á reynir? Já. Og hérna... Já, ég held nefnilega mannsheilin, hann á bara svo erfitt með að ímynda sér svona einhverja grundvallar breytingu. Veist, ég átti í einhverju samtali daginn og spurði viðmælandan, en hvað ef við gefum aðildarviðræður frá okkur og Noregur ákveður af einhverjum ástæðum til dæmis á landamærum Noregs og Rússlands að sækjum aðild að Evrópusambandinu og allt í einu er ekki eða stöðu sem útflutningsland já, og allt í einu er ekki til EES-samningur, fungerandi EES-samningur og hérna og norskur lax í sko landeldi og fjörðanu þar er bara allt í einu á miklu betri kjörum inn á þann markað og bara fiskur í heilsinni, ég meina þú veist að það er svo lítið hugmyndaflug til þess að ímynda sér það eða Bretar fara aftur inn og þá þrengi samningsstaða okkar eða eins og einhver sagði við getum sótt núna, það blasir við erum greinilega velkomin og Evrópusambandið hefur sagt að það sé tilbúið með alls konar tilslaganir og enginn hreyfir mótmælum að því við heyrum en er víst að það verði þannig eftir 10 ár einhver var að hreyfa því hvort við hefðum beðið leyfi hjá Bandaríkjunum og hérna það vakti einhver hlátrasköll eða gagnrýni vegna þess að fólki fannst það dálítið fáránlegt líka sérstaklega fyrir okkur sem sjálfstæða þjóð og ég skil það alveg en það þarf ekki rosalega mikið hugmyndaflug til þess að ímynda sér að af einhverjum svona alþjóðapólitískum ástæðum að heimurinn geti breyst Nei, ég meina og það bara hlaupa enn meiri harka í samskipti þjóða og líka bandamanna. Já, og þess vegna segi ég, sko, þú veist, ég er ekki að þykjast vita fyrir víst hvaða valkostur er réttastur fyrir Ísland akkurat núna. Ég er bara ekki að þykjast vita. Þú veist, það eru örugglega margir sem eru einhvern veginn sannfærðari á annarkotn veginn og hinna ýmsu áttir einhvern veginn í því öllu saman. En þú veist, það sem þú nefnir, allt þetta hefur áhrif. Ég meina, að því að hluta því sem eru spurður er bara akkur núna, þú veist, er ekki bara, ég meina ef það þörfa á þess að það bara geta að gera það setna. Er ekki EES fínt? Jú, ég meina EES er mjög fínt og EES er bara mjög fínt og ég hef verið bara þar alltaf og stend með EES og kann illa við það þegar menn eru einhvern veginn að grafa undan því og láta þess að þetta sé, þú veist, ekki mikilvægt. EES er mikilvægt, en sko
hlutir sem að hægt að velta upp aftur, ef þú ert algjörlega sannfærður undir engum kringumstæðum munuru sjá fyrir þér og aldrei munuru styðja að Ísland sé, þú veist, aðalega Evrópusambandinu, þá bara hvílir þú í því og talar út frá því. Betra að vera í sterkri samningsstöðu þegar þú fer í samningaviðræður eða veikri samningsstöðu þegar þú fer í samningaviðræður? Betra að vera með meira leverage eða minna leverage? Betra að vera undan stóra aðalanum hliðinaður sem þú veist að þetta hefur áhrif á, eða betra að vera eftir honum þegar búið að útfæra einhverja hluti til hagsbóta fyrir viðkomandi og vonast til þess að nákvæmlega sami muni eiga við minni aðalan sem að þið ekki eða það, þú veist, það síðra. Og þannig tala Noreg? Þannig tala Noreg. Varðandi síðan Bandaríkin, sko, ég hef heyrt þetta af og til í talsverðum tíma að við eigum ekki að vera styggja Bandaríkin með því að vera yfir höfuð eitthvað að hugsa það hvort við eigum að þétta raðirnar en frekar með Evrópu í gegnum Evrópusambandið og ég skil hvaðan fólk að koma, ég skil að þú veist, þegar ég segi kalt hagsmunamat þá myndi þeir segja herru spegill, ég bara að tala kalt hagsmunamat, þú veist, ég skil það alveg en sko, ef við erum að blása okkur út á sjálfsákvörðunarrétti okkar að þá finnst mér ekki hægt að nota sem rök að við eigum ekki að vera að ræða eitthvað að því að sjálfsákvörðunarrétturinn þó okkar, það ekki? Erum við ekki sammála það að þú veist, að það sé þannig og við viljum halda því þannig þannig að aftur, ég meina uppleggið að fólk hafi færi á að kynna sér hluti og vega það og meta út frá sinni sannfæringu og greiðum það atkvæði þar sem öll atkvæðin eru jöfn. Þú veist, ég get síðan gagnrýnt í hinn og þess áttu hvað alls konar fólk að segja, aðri geta gagnrýnt það sem ég að segja og það sem ég ekki að segja og svo framvegis. En þessi umræða í gangi, atkvæðagreiðsla mun eiga sér stað, uppleggið að allir kosningabærir, þú veist, borgarar á Íslandi greiðum þetta atkvæði og ég held bara að það væri gagnlegra og betra að við getum rætt það af ykkur svona yfirvegun og ákveðinni virðingu og sanngirni að fólk að koma úr mismunandi áttum og þú getur verið bara með sterk rök fyrir hvoru tveggja og hvoru afstæðan, þú veist, felur í sig svik. Þú veist, það ekki svik að segja nei og það heldur ekki svik að segja já og það heldur ekki svik að segja, þú veist, já núna og segja nei næst eða segja nei núna og segja já næst ef það verður yfir höfuð veitt umboð til þess að fara í þetta. Og ég meðvituð það að það sem að ég hef áhyggjur af ekki það sem að ratar efst á lista hjá þú veist, fólki almennt en það breytir því ekki að það sem að ég, þú veist, hugsa næst sko. Já. Einn af sterku köflunum í ræðinu fannst mér einmitt þegar þú tala þetta breytta umhverfi og eiginlega minna á hvernig við urðum sjálfstæð og þú orðar þetta svona, minnst þú orðar þetta vel. Hið mikla lán okkar að öðla sjálfstæð og fullveldi hefur aldrei grundvallast á styrk heldur á þeim sameiginlega skilningi að landamærum og lögsögum ríkja verði ekki breytt með valdi og ósætti þjóða skuli leysa á grundvelli sameiginlegra reglna. Þú varst að vitna á þann í viðtal við fyrirverandi forsætisráðherra Ástralíu og ég hlustaði á Erdogan á NATO-fundunum í Tyrklandi bæði starfandi og fyrirverandi stjórnmálamenn segja bara að alþjóðakerfið ekki þarna lengur á sama hátt sem var grundvöllur þess að við fengum sjálfstæði og aðrir virtu það og þú bætir við breytingin að vopna vald trompi réttlæti ekki bara óhagstætt fyrir landins okkar heldur beinlínis hættulegt. Já, og það er þessi svona breyting sem að mér finnst einhvern veginn við þurfa að hugsa eins meira og af því leiðir þú veist, að við getum ekki bara rætt hluti þú veist, einhvern veginn eins og séu svona ákveðnu tómarúmi. Já. Að því að sko, já, þú veist, að við bara þegar hlutirnir hafa raunverulega breyst og þetta eru hlutir sem við höfum ekki stjórn á að breyta tilbaka eða stoppa eða eitthvað, þetta eru alþjóðlegu straumar sem við erum ekki einhver stór þáttakandi í
við erum ekki stór leikmaður sem hefur áhrif á það hvernig þetta gerist og mér finnst við einhvern veginn öll hérna á Íslandi alveg átt okkur á því þú veist, bæði þeir sem að tala fyrir alþjóðasamstarfi og þú mætir í vinnuna og sinnir því og líka hinir sem segja, við eigum bara ekki að eyða krónu í þetta skiptir engu máli og látum bara aðra þetta við erum hvað sem svo, þú veist, þannig að við erum held ég öll sammála að við erum ekki ráðandi faktor í því hvernig, þú veist, hvert heimurinn þróast en við verðum að geta sett í samhengi staða okkar þessi sterka staða okkar sem að við nýttum og spilum vel úr og alltaf að halda því til haga við höfum alveg geta klúrað þessu, við höfum mjög vel geta klúrað þessu og við gerum það ekki en við gerum það í skjóli eða í svona, þú veist, á þessu borði og ef að, þú veist, og það nú þegar búið að í rauninni, það verið að vega að því það verið að grafa undan því og það gengur ágætlega að grafa undan því og það mun taka breytingum hvaða áhrif mun það hafa á okkur hér og kann það vera að við munum þurfa að endurskoða þennan flokk númer 2, þú veist, hvar staðsetjum við okkur með einhverju vinnu við, hvernig þurfum við að svona tryggja okkar, þú veist, samningsstöðu almennt, bandalög og svo framvegis og það getur alveg verið að niðurstaðan sé bara, nei við þurfum það ekki, við bara aukum þáttöku okkar í svæðisbundnu samstarfi, við bara þú veist, aukum hagsmunagæslu okkar í EES, við bara sýnum í verki að við erum raunverulega bandamenn þeirra þar sem við getum, við bara ætlum að vinna, vera stærri þáttakendur í EFTA-samstarfinu og fjölga fríverslunarsamningum. Þess að ég sá daginn sem að vera að kalla eftir því að Ísland bara gerir fríverslunarsamningu við Bandaríkin. Það engin vilji Bandaríkjamein að gera fríverslunarsamningu við Ísland. Það hefur ekki verið og það ekki bundið við núverandi stjórnvöld eða núverandi forseta. Það hefur ekki verið vilji í fjöldamörg ár. Og yfir, þú veist, þannig að okkar, þeir fríverslunarsamningu sem við höfum eru mikilvægir og við sjáum ákveðna svona þróun í því, það verið að klára ákveðna fríverslunarsamningu sem búið að vinna í langan tíma en heilt yfir ekki meiri stemming fyrir fríverslunarsamningum nýjum heldur en, þú veist, hefur verið. Þannig að það beininni stannir veruleikin sem við erum í að Bandaríkin settu einhlega tolla ekki bara á eitthvað ríki sem að til þessi óvinnveitt, þetta líka bandamenn sína og setja síðan niður og segja gerum díl. Já, hvað getur þið sett á borðið til þess að við hækkum þetta ekki eða að þið séu svona pari við okkar helstu vinaþjóðir. Þetta svo breytt og það eiginlega aldrei talað þessa tolla. Nei, en ég meina þú veist, svo þetta síðasta tollarhrina sem á að vera út af því að lönd sem að fara illa með þú veist, launafólk og svona fengi á sig tolla og þar á meðal, þú veist, Evrópusambandsríkin eða Evrópusambandið og ríki þar innan sem svona, má spyrja sig hvort það gangi alveg upp en þá þetta gert mikið úr því að, þú veist, það var ekki lagður tollar á Ísland sem að hafi sýnt fram á þú veist, styrkleika smæðirinnar og almennt ég þeirra skoðunar að, þú veist, horfa á hvað við getum gert í krafti smæðirinnar þú veist, sem land, skilur við almennt en nei, ég meina, þú veist það bara sannarlega margt í mörgu og ég hugsaði vel og lengi þessa ræðu mína og stendur það sem ég þar sagði og svo styttist mjög í það að maður þarf að vanda sig en frekar þó ég reyni nú alveg almennt að vanda mig sko, þá auðvitað öðruvísi að vera Við vonumst til þess að halda áfram hlaðvarpinu eftir og verður sendiherra, verður það gjörbreytt Þórdís Kolbrún sem kemur þá og borðar svona einhver svona gúrkusamlokur og drekkur te og segir eiginlega ekki nokkuð skapaðan hlut. Hætt að lita mér hárið, ég verður gráhærari en þú innan tíðar, segi ekki neitt, hef ekki skoðun á neinu og það verður geggja hlaðvarp og bara hlusta tópur og heldur svona litla fingri svona lofti og og tala með berskur hreim. Já. Ertu búin að velja hreim? Nei, ég sé nú ekki fyrir mér að hreimurinn muni, þú veist, ekki dálítið seint að fara alltaf að taka upp breskan hreim þegar maður þetta í fertugt. Ég veit það ekki, ég meina fólk sem leikur í kvikmyndum, það náttúrulega getur þetta að breyta hreim bara milli verkefna. Sko. Já, einmitt. Nei, lilla mín náttúrulega sko bara að vera 10. Þannig að hún verður örugglega sú í fjölskyldunni sem verður með svona breskasta hreiminn, það ekki? Af því að hún læra, það verður örugglega svolítið krúttlegt. Já, það verður svolítið krúttlegt. En þú ert sem bara að flytja á landibrótt á föstudaginn? Já,
og næsti þáttur þá verður þú orðin sendiherra Já. þegar hann verður sendur út en við vonumst enga síður til þess að vera með þátt í byrjun næstu viku, ekki satt? Jú, við vonumst til að gera það og ég ætla að slá þann fyrirvara að það sem við segjum í næsta þætti er tekin upp áður en að ég fer. Þannig að þú hefur einn þátt til þess að nota stórisleikjuna. Já, það koma bombur sko. Það koma bombur. Nei. En í þessu þætti erum við búin að fara ansi vítt yfir sviði við þetta fórum aðeins yfir stöðunni í Íran, fjölluðum viðtal Restis Politics við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra sem virðist hafa mælst bara mjög vel fyrir og við hvetjum allir til að hlusta á og tókum síðan umfjöllun sigruðum baráttu við aðra fjölmiðla að fjalla ræðu Þórdísar Kolbrúnar á Skálholtshátíð en setjum slóð á bæði viðtalið við Kristrúnu og ræðuna í lýsinguna á þættinum þegar við sendum hann út þannig að fólk getur bara að lesa hann í heild því við gátum ekki farið yfir alla ræðuna og gátum ekki farið yfir allt sem var sagt í þessu prýðiskoða viðtali Kristrúnar og annars bara Þakku fyrir okkur hérna úr fallegu Sumarsólin. Já, sumarsólin. Mikið er hún yndisleg. Já. Og Óðinstorgi. Takk.